HBS-appið. Vorið 2018 gaf Hljóðbókasafn Íslands út nýtt app fyrir síma og spjaldtölvur. Appið er hvorttveggja fyrir Apple og Android-tæki. Appið er unnið hjá Hljóðbókasafni Danmerkur og sett upp fyrir Hljóðbókasafn Íslands í samvinnu við Program ehf. Appið er að öllu leyti stöðugra en hið fyrra. Nýjungar í appinu eru helst þær að það er nú líka fyrir Apple-tæki, það er hægt að hala niður í appið, leitin er auðveldari og hægt að velja flokka. Hægt er að merkja við flokka sem þú vilt fylgjast með og fleira. Hér er sýnt hvernig appið virkar í Android-tækjum. Þú ferð inn í Play Store en appið er uppsett á þessari mynd. Þegar þú hefur halað niður appinu og áður en þú opnar það, smellir þú á 3 punkta efst í hægra horninu og virkjar sjálfvirka uppfæslu. Þetta er mikilvægt til að allar lagfæringar á appinu skili sér til þín. Síðan opnar þú appið og skráir þig inn eins og venjulega með kennitölu og lykilorði og þá opnast appið. Í stikunni neðst á skjánum eru 3 valmyndir, en appið opnast í valmyndinni lengst til vinstri. Mínar bækur. En það eru bækur sem þú ert með núna. Þegar þú ferð inn í flipan Mælt með, sem er í miðjunni í stikunni neðst í appinu, sem er táknað með hjarta, þá sérðu nýjar bækur, nýjar barna- og úlingabækur og bækur mánaðarins og vinsælt. Þetta er fyrsta sýn. Ef þú vilt bæta við þínum áhugasviðum, þá ferðu inn í Breyta, sem er efst í hægra horninu og þar kemur upp Fylgja efnisflokkum. Ef þú merkir við efnisflokka eins og spennusögur, ég merki hér við ástarsögur, bækur og dulrænt. Þegar þú ferð aftur í Mælt með flipan, við þurfum aðeins að fara tilbaka fyrst og svo aftur inn í Mælt með flipan svo þetta komi fram. En nú sérðu að þar er komið inn það sem þú valdir að fylgjast með. Þarna getur þú séð allt sem kemur nýtt inn í þessum flokkum í Mælt með flipanum. Þegar þú færir skjáinn til vinstri, kemur þar fram píla, en ef þú ýtir á hana, koma allar bækur í flokknum. Þú getur svo breytt birtingarmynd bókanna á skjánum með því að smella á táknið efst í vinstra horninu. Þar færðu upp lista, þar sem eru minni bókakápur en stærri stafir. En það koma fram fleiri bækur með sem listar. Þú getur alltaf flakkað á milli birtingarmynda á hverri síðu. Ef þú vilt breyta útliti appsins, það er letri, bakgrunnslit og fleira, þá ferðu inn í bók og hún opnast. Kápan og spilarinn birtast. Efst hægra megin á skjánum, þegar þú ert inni í bók, birtast 4 tákn. Fyrst birtist svæfingarmöguleiki. Þar getur þú látið afspilunin að slökkva á sér sjálfkrafa eftir ákveðin tíma. Næst er kjörstillingar afspilunar, þar getur þú hægt eða hraðað á lestrinum. Þarna er möguleiki að stilla hopp fram og aftur í bók. Þú getur valið leturstærð, stækkað letrið, þú getur valið leturgerð og útlit á símanum, það er lit bakgrunns og lit texta. Ég vel til dæmis hér svartan texta á gulum bakgrunni, segi í lagi og þá er bakgrunnur orðinn gulur. Næst getur þú valið að setja inn bókamerki. Þá kemur tilkynning að bókamerki hafi verið búið til. Í síðasta valmöguleika getur þú farið inn í efnisyfirlit og séð efnisyfirlit bókarinnar sem þú ert í og í flipanum við hliðin á séð bókamerki sem þú hefur búið til. Það getur verið gott að nota bókamerki þegar verið er að lesa undir próf eða eitthvað slíkt.
til að geta farið aftur á ákveðna staði. Að lokum býður stikan neðst upp á finna bók, en þar eru komnir flokkar, fyrir fullorðna eru 12 flokkar en 10 fyrir börn og ólinga. Það sama á við allar síður. Það er hægt að breyta hvernig upplýsingarnar birtast. Ef við förum í flokka fyrir fullorðna og smellum til dæmis á spennusögur, opnast þar listi yfir allar nýjustu spennusögurnar og höfundur mánaðarins. Í öllum flokkum má finna hjarta uppi í hægra horninu og ef þú smellir á það, þá verður athygli þín vakin á því þegar koma inn nýjar bækur í þessum flokki. Við förum aftur í mælt með, uppi í hægra horninu. Þar er hægt að fara inn í breyta og þar getur þú valið flokka sem þú vilt fylgjast sérstaklega með. Þú smellir á það sem þú vilt fylgjast með og svo á í lagi. Þegar þú ert inn í mínum bókum getur þú smellt á punktana 3 sem eru til hægri við bókina og þar getur þú séð upplýsingar bókina, halað henni niður, merkt hana sem lesna eða fjarlægt hana úr mínum bókum. Ef þú smellir á það, hverfur hún af skjánum von bráðar. Til að hala niður bók, smellirðu á punktana 3 við hlið bókar. Smellir á hala niður og þá birtist píla við hlið bókarinnar. Eins kemur fram textinn undirbýr niðurhal og fljótlega kemur staðan 100% neðan við bókina. Þá er bókin tilbúin til hlustunar án nettengingar. Þú getur svo farið inn í kjörstillingar þar sem þú getur valið útlit á skjá, haft spilaran í heilskjá, fyllt efnisflokkum, fengið notanda og innskráningar upplýsingar og notkunnarleiðbeiningar og haft samband við safnið. Þarna sérðu líka hvaða útgáfu þú ert með af appinu. Ef þú ferð inn í notenda og innskráningar upplýsingar, getur þú líka skráð þig út úr appinu.